Það voru komin hérna á Berg á Dalvík og ástæðan eins og flestir vita jú að fiskidagurinn mikli á morgun laugardag og sjálfsögðu eru komin með fiskikónginn hérna með okkur eða komin heimsókn til hans reyndar hérna í kaffihúsið. Herðu, fiskidagurinn, þú kannt þetta? Já, þetta er 14. skipti sem við höldum þetta þannig að maður er sjóaður en það er alltaf ný verkefni og ný viðfangsefni sem við þarf að takast á við. Já, þetta er ekki sama... Nei, það er bæði bara nýja dagskrárliðir og svo framvegis og svo bara alltaf eitthvað nýtt sem að poppar upp hverju einasta degi. Við byrjum á bara því helsta, veðrinu. Já. Hvernig verður það? Veðrið verður gott og sól í sinni. Já. Hann er svolítið svalur í dag, svona óvenju en við vonum bara að klára það. Já. En það verður sól á morgun? Já. Að innan og utan? Innan og utan, klárlega. Já, alveg hreint. En ný verkefni segirðu hverju ári, hvað er nýtt að finna núna? Já, bæði þegar ég meina ný verkefni þá er ýmislegt að þurfum að leysa suma hluti öðruvísi og síðan náttúrulega eru nýja dagskrárliðir og við erum með hérna nýtt af matseðlinum og þá þarf að fara yfir hlutina og eins og filsurnar til dæmis. Filsur? Filsur með einföldu fiskipilsur sem eru í samvinnuverkefni með Kjarnafæði og Samherja fiskidaginn mikla og Friðrik 5. Búin til svona hálfgerður pilsuvagn og svona þannig að það þarf að græja og gera í kringum það. Þessi fiskihambúrgar hafa nú slegið í gegn hérna ár eftir ár. Algjörlega. Áttu von á þetta verði? Já, það er eins og jólamaturinn sko, fólk bíður eftir þeim og þeir eru ekkert seldin neins staðar, það er ekki verið að kynna það, þeir eru bara búnir til fyrir fiskidaginn og eru bara einu svona ári á fiskidaginn mikla. Þannig að það verður svipað með filsurnar eða hvað? Já, vonandi og eiginlega er samfærður, ég smakkaði pröfu og það lofa mjög góðu. Hvað eru margir sem að gefa mat hérna? Já, þetta er náttúrulega, sko, við erum bara með sjálfboðið félagsamtök sem að grilla þennan almenna matseðil sem við búum til á grillunum og brauð og svoleiðis. Síðan eru svona velunnar fiskidagsins. Friðrik 5, Grímur kokkur og Nings og Greifinn aðstoðarvill og reyna að slá heimsmet með sæplasti 30 ára. Það reyna að baka 80 fermetra pizzu sem yfir 120 tommu pizzur. Er það stærri pizza heldur en vorum með hérna í fyrra? Nei, það er sama stærð á pizzunni, núna á að spýta í lófana og gera meira. Já, ég sá í fyrra þá var hún keyrð inn á liftara. Já, þetta eru 120 tommur, hún er bökuð í heilu lagi, þannig að það þarf liftari og þetta er allt sjóðandi heitt og svoleiðis. Og það er líklegt heimsmet í staða pizzu? Já, við viljum meina það. Það er bara svo dýrt að fá heimsmetabókina til þess að koma og til þess að fá staðfesta, það er eiginlega mikið vesen, það er eiginlega leiðilega mikið vesen. Og svoleiðis. Síðan er gaman að segja fyrir að við erum með heimsfrumsýningu á neðansjávar myndböndum Erlends Bogasonar sem við tekjum meðal hans hér í Eyjafirði, 30 mínútna stuttmyndir og það er bara heimsfrumsýning hér og mjög margir sem að hafa áhuga á því og bíða spenntir eftir að sjá þetta og eftir fiskidaginn þá er þetta opnað almenningi á strýta.is bara þjóðinni gefinn frýr aðgangur að þessum og ég er búinn að sjá að þetta er stórkostlegt. Það verður frumsýnt á laugardeginum og sýnt allan daginn milli 11 og 5. En svo eru náttúrulega þessi menn eins og talar um áðan eins og sem að koma sko langa leið hingað til þess eins að gefa gestum mat eins og Grímur kokkur. Já. Gefur alla leið frá Vestmannaeyjum. Það er náttúrulega, þú minnst að hann þá er þetta bara einstakur maður og kemur með sitt fólk alla þessa leið og tekur þátt í þessu á okkar forsendum. Það er að segja þessi reyna að hafa þetta allt sem áreitislaust. Við vinnum mikið í því að allski söluaðilar og leiktæki og svona, það sé annar stað eins gott og það allt saman er. Til þess að þetta sé áreitislaust fyrir aðalega fyrir börn, þannig að þú getur komið fjölskylduna á þess að þurfa að punga út miklu. Því að við erum að búa til frítt og erum að reyna að hafa ramman eins í sambandi við allt slíkt sko. Og fyrir þá sem ekki vita, þá er það náttúrulega þannig að hérna niður á bryggjunni á Dalvík, þá er verið að gefa allan mat og það hefur nú verið þannig undanfarna ára að bara nánast hver einasti maður sem kemur er að borða þessi sattan, þarna niður frá. Já, vonandi. Það er nóg til, þannig viljum við hafa það. Það er frá 11 til 5 og við viljum að þú getur bara komið klukkan 11 og verið allan daginn og þú bara átt borða eins mikið þú vilt og reyna að smakka allt og
Þetta engin svona kynning til að smakka, þetta ekki sett upp þannig, þetta bara verið að gefa þær að borða, gjöra svo vel og njóttu. Já, og þetta bacalao, þetta hambúrgarnir, þetta pylsurnar, þetta pítsur, þannig þetta rauninni fyrir... Já, grilluð bleikja og þorskur og gráðost og salat og rækjur hérna svona í sósu sem þú plokkar sjálfur, bara nýveittar sem koma hérna frá Siglufirði og sashimi, hrefnukjöt eða hvalkjöt og lax og hérna og fleira. Þetta það langt mikið að maður mann ekki alltaf og hérna já, og ekki bara tími til að segja frá því öllu. Svo á sama tíma milli 11 og 5. Sko þetta byrjar í dag með setningu hér við Kirkjubrekkuna. Og síðan súpukvöldið í kvöld, eða sérst á, já, og föstudagskvöldi. Síðan það fiskidagurinn mikli á morgun. Og súpukvöldi virkar þannig að þú kemur bara hérna inn á Dalvík og þú lampar í heimahús. Já, það 2 kyndlar fyrir utan og ef þú sér ljós og þá bara boðið inn í hús eða inn í garða. Og gáttu vona á þessi mörgu heimili að gefa súpu núna í kvöld? Sko þetta 120 fjölskyldar sem skráðar fyrir skömmtum svona sem að við svona hjálpum aðeins með smá skammt og svo sjá þau restina. Og hérna nú búið að þróast, fiskisúpukvöld 10 ára og þetta búið að þróast aðeins að núna menn að koma fjölskyldur saman í götunni, sko, búa til eina stöð, svo kemur bara Jón með sinn pott, þegar hann búinn þá kemur Stína og svo fremins. Þannig að bara mjög skemmtilega og þannig eru þið fleiri með það því það var ekki allir tilbúinir í svona stórt og mikið svoleið, sko. Þannig að það mjög ljúf og skemmtileg stund og svo kemur laugardagurinn milli 11 og 5 þar sem að við vorum bara að fara yfir allar matinn eða svoleiðis og síðan hátíðarsvið og það bara stanslaust dagskrá allan daginn og svo á svæðinu líka mikið skemmtiatriði bara fyrir alla og þau eru hugsuð fyrir fjölskylduna. Það svo oft talað hvað ekki afþreying fyrir þennan eða þennan. Það fyrir saman að borða, fyrir saman í siglingu, fyrir saman að horfa á þennan á sviðinu og svo framvegis. Þannig þetta hugsað. Það er þetta að við sem að kalla þetta fjölskylduhátíð. Það voru komin hérna niður á bryggju á Dalvík þar sem aðal sýningin verður, aðal sjóið og þar finnum við Friðrik Ómar. Já, ég var allavega mjög oft hérna sem barn, ég man það. Og hjólaði hérna og lék mér og veiddi marhnúta og... En þá komið þið ekki með hörpuna? Nei, ég held að hvorki mér nei Eyþór eða Matt hafi órað fyrir að við myndum vera hér með svona sjó eða sýningu við hafnarsvæðið. Allir þrír búin að vera að leika ykkur hérna sem pólar? Já. Við náttúrulega, þetta eru 3 kynslóðir, Matt náttúrulega langelstur á okkur. En við lékum okkur hér, já, mjög mikið. En aldrei saman? Nei, reyndar ekki. Ég kenndi Eyþóri tónmennt. Ég náði því. Ég þarna sjáu þið, ég sérst í miðunni, Eyþór yngstur. Herðan, segðu mér frá þessu sviði hérna og frá þessari sýningu. Sko, ég get sagt þér frá sýningunni, þessu sviði, ég bara sjá þetta í fyrsta skipti, sko. En mér finnst þetta mjög tilkomið mikið og hérna, við erum með rauninni að hluta til það sem við erum að nota í sýningunni sem ég er búinn að vera með, hérna Bet Out of Hell í Hörpu, sem við erum að flytja Meatloaf og Stim Stanman. En við ákveðum núna að þetta í rauninni svona brekkusöngur, svona Las Vegas style. Þetta eru lög sem að fólk þekkir mikið og fólk vill geta svona sungið með og þú veist, og dilla sér aðeins og við erum að fara að taka hlut úr Elvis-sjóinu sem ég var með, Bee Gees-sjóinu, svo tökum við hérna smá Eurovision með okkur strákunum og gestum og svo ætlum við að taka svolítið svona bæta inn í svona klassísku rocki frá svona 70s, 80s. Við erum með svona rockhunda í þessum hóp, sko. Þetta eru þið 3 dalvíkingarnir og með fullt af vinum í... Já, við erum með alveg, sko, svo eru 9 aðrir söngvarar, sko. Og bara þetta bara landslið, þú veist, og bara fólk sem er búin að vinna mikið með og treystið til að trilla líðin, sko. En með þessa umgjörð hérna, mér skilst að það sé bara nánast hver einasti hátölu og hver einasta pera sem er notuð í svona sviðs tónleika, sé bara hérna á staðnum. Verður þetta ekki bara á heimsmælikvarða þessi tónleika? Jú, allavega útlitið. Jú, ég vona það svo sannarlega og við höfum verið að vinna hörðum höndum af því að hafa dagskrána eins flotta á hægt er. Við erum með geðveika hljómsveit, 10 manna hljómsveit og við náttúrulega erum með í fyrsta skipti, sko, held ég bara út í Íslandi með eins og
bæði úti skjá við hliðin á sviðinu og síðan inn á sviðinu, sem glænýr skjár sem 50 fermetrar. Hátalar turn fyrir miðju? Já, fólk á eftir að heyra vel í okkur hvað það er í bænum og mér skilst að Hríseyingar sko í fyrra hafi hlustað á okkur. Þannig að núna verður það held ég sko, við erum að tala um Grímsey. bara opna stofugluggana, það var eftir góðum máli. Og þú náttúrulega manst eftir því fyrra, það var frábær upplifun eða hvað? Það var stórkostlegt sko. 20.000 manns? Nei, tæplega 30.000 manns. Ég veit ekki hvaðan þú færð þessar tölur, en ég fæ það frá lögreglunni. 30.000 manns? Þannig að já, við hugsa að það verði ekki svona 150.000 manns á laugardaginn. Núna á laugardaginn. Skulum vona það. Hvað er það? Við höfum ekki lengra. Nei. Það er góð að skemmta fyrir alla til að mæta hérna. Já, bara, og þetta er frítt og allt er búið saman, já, og bara tökum því og njóta þess að vera saman. Já, blesslegt. Takk fyrir.